Já, komið þið sæl. Ekki voru nú mikil átök í veðrinu á baráttudegi verkalýðsins. Það var hæglætisveður mest allt land og úrkoma mældist í litlu magni þar sem hún mældist og það var svona nokkuð sólríkt víða um land og hér vestanlands vel fram eftir degi. Það hafi verið skýjar hannast upp á vesturhimni og það hefur ekki að gera með þessa lægð sem við erum með hér vestur af landi og við erum svona aðeins að breyta gír. Það verður meira suðurlega átt ríkjandi hjá okkur í næstu daga og við munum finna fyrir úrkomu allavega á köflum hér vestan til á landinu en það verður svona meira og lengst af þurrt austanlands. En við skulum sjá hvernig svona þróunin er næsta sólarhringinn og við sjáum að það að byggja sig upp hér úrkomukerfi vestur af landinu og þetta nú ekki mikið sig né efnismikið og við getum talað að verði rigning á köflum hér vestan til næstu daga og ekki mikill vindur með þessu heldur, þannig að þetta er svona nokkuð kraftlaust kerfi og á hitasviðinu þá svona aðeins að færast nær hlýrra loft en svona aðalatrið kannski í þessu hvort þetta afar hlýja loft sem að streyma hér til vesturs út á Atlantshafið og það til að mynda búið að vora nokkur hressilega getur sagt í sunnanverðri Skandinavíu hitatölur eru komnar víða yfir 20 stigin þar. Sjáum það betur á eftir og skríðum hér aðeins nær og við sjáum að það var núna sjölitið átakalítið veður á landinu en áttin svona orðin suðurlag hér vestan til á landinu og byrjaði að þykna upp og sjáum svona grilla í úrkomukerfi hér rétt vestur af landi og keyrum hreyfimyndina til fram á morgundaginn og við sjáum að í nótt að þá fer að rigna á köflum hér vestan til á landinu en við tökum inn eftir því að þetta nú ekki mikil úrkoma í þessu og þessi skilurinn mjög svo veikluleg. Það ætlar að vera velbjart á norðausturhorninu á morgun og einnig gæti það náð austur á Firði og þetta það staðan klukkan 14 á morgun. Við sjáum að það skýjað á vesturhelmingi landsins og eins og áður sagði mun rigna þar á köflum og hiti verður svona sennilega nær nú ekki 10 stigum, það verður svona á bilinu 5-10 stig þar en þegar austar dregur á landinu þá róa nú til og hitatölur getur sjálfsagt farið í 13-14 stig þar sem best lætur á morgun. Og til þess að gera hæg sunnanátt í þessu og ekki mikið sem breytir síðan fram á föstudag. Þetta úrkomukerfi svona viðlóðandi hér vesturhluta landsins. Það kemur síðan annað úrkomukerfi á föstudaginn inn úr austri. Það mun þá draga fyrir austanlands allan stundarsakir og þetta kerfi getur gefið að sér lítilháttar úrkomu þá á föstudagskvöld en það eru öllu meiri úrkomu þá í þessu þá hér vestanlands á föstudaginn og síðan á laugardaginn þá verðum við svona áfram í sunnanátt en hún nú til þess að gera hæg hér vestanlands og ýmist rigning eða skúrir bæði sunnan og vestan til á landinu en á norðausturhorninu þá ætlar að létta til þegar líður á laugardaginn og verður ágætis veður þar þegar svona það sem eftir lifir helgarinnar því að á sunnudaginn þá erum við komið með svona hefðbundin útsending í þessu vindur þetta 5-10 metrar á sekundu af suðvestri allt land jafnvel hægari vindur á norðausturhorninu má búast til skúraleiðingum suðvestan og vestan til á landinu en annars það ætti sunnudagurinn að vera bjartur og sólríkur og loftmassi það kaldur að það viðbúið að það verði slyddu eða jafnvel snjóél í þessu til fjalla. En lítum þá yfir til Evrópu og það nú svona margt merkilegt að gera þar raunni. Það þessi hraða koma vorsins í sunnanverðri Skandinavíu. Við sáum hér að það búist við 24 stiga hita og sól í Bergen og aðeins lægri hita í Oslo en nokkuð sólríkt í Skandinavíu á morgun og fínustu hitatölur. En það er átök í þessu rauninni í Mið-Evrópu og búist við þrumuveðri bæði í Portugal í Frakklandi og Ítalíu og það sá óstöðu loftmassi einnig að janga sína til á Balkanskagann. Þannig eru ýmsar viðvarnir í gildi varðandi þrumuveður og jafnvel flóð í tengslum við þetta kerfi
og lítum svo yfir til á Íberíuskagann og þar nú svona sólríkt að mestu á morgun, skúraleiðingar svona þegar norðar dregur á skaganum og hvað varðar Kanaríeyjar ágætis veður en ætlar að vera meira og minna skýjað svona á vestari eyjunum og endum síðan yfirferðina í Norður Ameríku og þar ætlar að regna töluvert mikið í miðríkjunum og hitatölur svona fannar að slaga í 30 stigin hér allra síðust. En segjum þetta gott að vera í dag. Verið sæl.